Komið sæl og velkomin í eitt og annað af bændum. Hér ætlum við að líta á fjölbreytt og skemmtileg störf þeirra sem sérstaklega athyglisverð fyrir menn eins og mig sem aldir upp á malbiki. Við ætlum að byrja hér í nærumhverfinu í Eyjafjarðarsveit á Hranastöðum. Þar voru Ásta og Arnar að taka á móti 8.000 varphænum þegar okkur bara garði á síðasta ári. Við ætlum að byrja að rifja það upp hér í byrjun þáttar. Þetta bærinn Hranastaðir í Eyjafjarðarsveit. Hjónin Ásta A. Pétursdóttir og Arnar Árnason reka hérna myndalegt kúabú. Mjólkandi kýr 120, þannig að búið telst vera nokkuð stórt, en þau Ásta og Arnar vildu færa út kvíarnar og niðurstaðan var að setja upp varphænsnabú þannig að varphænurnar verði samtals 8.000 og fyrstu eggin fara á markaðinn innan tíðar. Ásta, þið hérna á Hrannastöðum, þið eru með nokkuð stórt fjós og sem kallar á nokkuð viðamikinn rekstur, en þið ákveða að fara út í þetta sem sagt, hvað kom til? Já, það góð spurning og ekki svo fyrst sem spyr. Ég veit það ekki, þetta var einhver þrá til þess að prófa eitthvað nýtt. Okkur alltaf fyndist gaman að takast á við bara fjölbreytt verkefni og okkur datt þetta í hug og fórum að skoða þetta og þegar við sáum að við getum kannski bara alveg látið þetta verða veruleika, þá bara slóum við til. Og fór boltinn þá bara fljótlega að rúlla eftir ákvörðun var tekin? Já, við ýttum honum á stað og þetta fór svona í ferðlega að skoða í kringu sig hvernig maður gerir svona og hvernig hús við þurfum og hvaða búnað og hvernig best að gera þetta til þess að fara sem best dýrin. Þannig að já, það tók langt ferli við. En þið eru bæði búfræðingar, þannig að þið vitum svona nokkurnu veginn hvað svona snýr upp og niður í þessu öllu saman. Já, við vitum alveg hvað er að hugsa dýr og við höfum gaman að því. Og hænurnar, þær eru mjög skemmtilegar, þær valda okkur ekki vonbrigðum. Þær vilja alveg spjalla og eru heilmiklar típur, þannig að þetta er bara búið að vera mjög gaman, skemmtilegt ferli. En að setja upp svona bú, eru til margar leiðir? Við vitum það ekki, við fundum eina og notuðum hana og við tókum skóflustungu 13. apríl í fyrstu og byggðum þessi 2 hús, annað fyrir unga uppeldi og hitt fyrir varphænur og það er eflaust til fleiri leiðir en þessi var ágætt. Hversu stórt bú verður þetta? Þegar allt komið í gang þá verðum við með tæplega 8.000 varphænur. Það er helmingurinn komin í gang núna. Þannig að já, þetta verður svolítið fjöldi. En hvenær koma fyrstu eggin á markaðinn? Eða eru þau kannski komin? Nei, þau eru ekki komin ekki í neytendaumbúðum en við erum svona fann að selja egg en við getum reiknað með því bara svona mjög fljótlega í búðir. En hvernig fer þetta saman við kúabúskapinn? Bara mjög vel. Það við getum stýrt svo mikið tímanum hvenær við vinnum við hænurnar, þannig að vinnulega passar það vel saman og svo náttúrulega höfum við landið fyrir og vélar til þess að koma skítnum út og þetta gengur vel saman. Og við erum mjög ánægð og spennt að fá þennan góða húsdýraáburð sem kemur frá hænunum til að nota á túnin. Þá fáum við gott hey fyrir kýrnar, þannig að þetta á að vinna vel saman. En 8.000 varphænur, það svona gerir þá hátt í 8.000 egg á dag eða hvað? Já, svona samkvæmt reglunni á það að vera þannig. Það verða svona eitthvað tæplega það. En hér eru sem sagt í að lausa gönguhænur? Já, þær eru alveg frjálsar og við vonum búin að skoða þetta heilmikið til mikið af svona kerfum fyrir hænur. Okkur leist mjög vel á þetta á að uppfylla alla þeirra þarfir. Þær vilja komast niður á jörðina og þær vilja komast síðan upp á prikk og sitja þar yfir nóttina eða sofa á prikki og þær geta það og það er gaman að fylgjast með þeim, hvernig nýta allt kerfið. En það eru vantarlega margar reglugerðir sem þarf að uppfylla, þetta er matvælaframleiðsla? Já, þetta er matvælaframleiðsla og það er vel fylgst með á Matvælastofnun. Þannig að okkur er gert að fara eftir reglum sem er rauninu bara gott. Það er allt öryggi, matvælaöryggi. Það er nú kannski það mikilvægasta, sérstaklega nú til dags að þetta sé í lagi. Það er ansi mikil sjálfvirkni hjá ykkur? Já, þetta er sjálfvirkni, jú. Það er náttúrulega fóðrunin er sjálfvirk og eggjasöfnunin er sjálfvirk og þannig að hún er töluverð, þó ekki 100%. Þetta er lifandi dýr og maður þarf alltaf að eiga svolítið við þau og vera innan þau og fylgjast með og passa allt sig í góðu lagi. Umbúðirnar, þær eru kolefnisjafnaðar? Já, við ákveðum að fara þá leið, við kaupum þær
frá Danmörku, Hartmann í Danmörku og þær eru úr endurunum pappír en umbúðirnar eru kolefnisjafnar og sá stimpill á þeim. Þannig að Hartmann kolefnisjafnar framleiðsluna og flutningin allavega hingað. Er hægt að ég renna við hérna bara hjá ykkur og kaupa beint frá bíli eins og stundum sagt Já, það kælir bara hérna í andirinu á Hænsnahúsinu þar sem að fólk getur náð sér í eggi í pakningum eins og hendar þeim, 10 eggja, 18 eggja eða 30 eggja. Þannig að bara gjöru svo vel að mæta og fá sér fersk egg. En hænurnar, þær eru skemmtilegar, þeir eru farin að kynnast þeim. Já, þær eru mjög skemmtilegar og kannski komið pínu á óvart. Ég held að það komið pínu á óvart hvað þeir eru svo miklu persónuleikar ef maður getur sagt svoleiðis sem hænur. Að þær koma og kannski að setjast á öxlina og vilja fá að spjalla svona. Þannig að það er gaman. En ykkur datt þetta í hug bara í fyrra og sem sagt létuð hendur standa fram úr ermum, hvað næst? Góð spurning. Já, það fín spurning. Við erum alveg með nokkra hugmyndir í kollinum og við ætlum að halda áfram að byggja upp hér á Hrannastöðum og sinna búskapnum okkar og kannski að bæta við einhverju nýju. Það er vel hugsanlegt. Ég held að maður hætti ekkert á meðan að maður er í þessu. Það er svo gaman að halda áfram og svona stíga alltaf reglulega út fyrir það að mann takast á eitthvað nýtt. Og það náttúrulega í þessu það kemur aldrei svo dagur í búskapnum þar sem þú vaknar á mótni og spyrir sjálfa hvað á ég að gera í dag? Það er alltaf nógu verkefnum og skemmtilegum verkefnum yfirleitt, langflest. Já, sauðburður er alltaf annarsamur tími. Hérna næst ætlum við að hitta Eyþór Einarsson í Sólheimagerði í Akrahreppi en hann er ráðunautur hjá ráðgjafarþjónustu landbúnaðarins. Ég segi það hratt 5 sinnum, takk fyrir. Við ætlum að kíkja á hann og konuna hans Þórdísi sem gaf sér tíma í miðjum sauðburði til að ræða þess við okkur og svara nokkru spurningum. Sauðburður er langt kominn á Sólheimagerði í Blönduhlíð í Akrahreppi. Jæja, Eyþór, hvernig gengur sauðburðurinn? Hann gengur bara prýðilega. Já, það er alltaf einhverja sorgir en svona heilt yfir gengur þetta bara vel. Búið að fínasta sauðburða veður hérna, svona þurrt og þægilegt veður. Þetta eru svona 160 kindur hérna. Það er nú með öllu, þannig að það ber nú ekki allt. Og svo erum við með svolítið annan búpenning líka, hross og nautgripi og graðhesta í pössun og svona ýmislegt. Eru þið með vaktakerfi eða hvernig virkar þetta hjá okkur? Já, þó þetta sé ekkert óskaplega margar kindur þá geta þið borið allan sólarhringinn. Það er nú svona gallinn við það en ef svo má segja. Þannig við reynum alltaf að fylgjast með þeim að lágmarki með 2 tíma fresti eða svona rúmlega það kannski yfir nóttina. Og þannig við erum, bara með svona nokkuð sólarhringsvakt á þeim. Hvað eru þið mörg hérna í búi? Það er ég og Þórdís sem að búum hérna og hún er nú kannski bara aðalbóndinn því að ég er í fullu starfi utan heimilis og svo eigum við 2 krakka. Eru þau duglega að hjálpa til við sauðburðinn? Já, alveg prýðilega og bara mjög dugleg. Þau eru bara í skólanum núna. En þau eru mjög áhugasöm sem betur fyrr. Já, nenna þau að taka næturvaktir eitthvað? Það er nú kannski ekki farin að strákurinn er bara 5 ára og hún er 9 ára daman. En það styttist í það og maður er alveg farin að hlakka til að fá fleiri á næturvaktina. Er þetta skemmtilegasti tími ársins fyrir sauðfjárbændur? Já, þetta er mjög skemmtilegu tími, sérstaklega ef gott veður og gengur vel, en ef það er leiðilegt veður og gengur illa þá er þetta kannski, getur þetta verið alveg á einum endanum, en þetta er mjög skemmtilegu tími, en auðvitað er þetta mikla vökur og oft mikil vinna í kringum sauðburð. Eyþór starfar sem ráðgjafi hjá Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins en þar er hann til taks fyrir bændur land allt sem hafa spurningar varðandi sauðfjárrækt. Hver eru helstu tækifærin í atvinnugreininni og hvert eru við að stefna? Það hefur verið aðeins gróska í svona heimavinnslu og svona
Það hefur náttúrulega tengst svolítið þessum túrisma sem hefur verið hérna, allavega einhverju leyti og svo líka bara kannski neysluvenjur að breytast sem eru hrifnari því að kaupa beint frá bíli og þess aftar og ég held að það sé mjög gott með. Við þurfum að hafa líka vera með öflugar afurðastöðvar, það er mjög mikilvægt fyrir okkur en það er líka mjög æskilegt að menn hafi þennan valkost og þá erum við að tala bæði kjötafurðir og ull og jafnvel gærur. Ég held að við viljum framleiða matvæli hérna á Íslandi. Við viljum hérna vera okkur sem mest sjálfbjarga og við erum að nýta hérna auðlind sem eru fjöllin sem að nýtist nú illa öðruvísi allavega grasið og svo er þetta náttúrulega ríkur svona menningarþáttur. Sauðkindin hefur verið stór partur af þjóðinni bara frá upphafi, má segja. Og það hefur verið stundum mjög öflugt sauðfjárrækt á Íslandi og kynbótastarf hefur verið mjög öflugt hér. Maður ber það bara sama við kynbótastarf í öðrum löndum. Það er fullt af fólki sem hefur mikinn áhuga á að sinna sauðfjárrækt. Sauðfjárrækt hentar oft vel með öðrum búskap en auðvitað mun þetta bara þróast eins og aðra búgreinar og sveitirnar að þróast og við þurfum bara að framleiða hér fjölbreytt og holl og góð matvæli, sátt við landið og ég held að sauðfjárbændur séu alveg klárir í það. Þannig að þetta er hérna einmitt bara spurning að vera frjór og það eru sem betur verið margir í okkar flóru sem eru þannig og þannig finnum við alltaf einhverja nýja farvið því það er alltaf einhverjir sem eru að hugsa aðeins öðru sem hinnir. Það hjálpar okkur að þróa þetta og alla aðra hluti held ég. Það gengur ekki alltaf eins og best verður á kosið í sauðburði. Ýmislegt getur komið upp á þó að bændurnir gerir sitt allra besta til þess að aðstoða kindurnar við burðin. Þetta eru nú 2 munaðarleysingjar. Þeir mistu móður sína í burði. Það var sorglegt en náðust lifandi. Þannig að þeir bíða bara spenntir eftir að einhver önnur móðir sé tilbúin að taka við þeim. Þeir eru stundan gemling þessir en þeir eru býsna segir. Það er ótrúlega sekt í þeim lífið þessum lömbum oft. Því miður það var snúið upp á legið í kindinni og við vorum að fella hana og náðum svo bara lömbunum út og náðum þeim lifandi og svo bara mjólkuðu aðra kind til að fá brott í þau og þau eru bara mjög spræk. Það eru nokkra einlembur sem við vitum sem eftir að bera þannig að nú megum við alls ekki sofa verðinum að missa af þeim. Þannig að þeir hljóta að fá nýja mömmu fljótlega þessir. Já, ef við kannski að leyfa þeim að fara niður aftur. En ef það skildi nú ekki takast, þá eru þið þá komið með heimaling hana? Já, við höfum nú alltaf endað með einhverja heimalinga. Krakkarnir hafa gaman að því, foreldrarnir minna. En það er nú með, held ég, svona sveita krakka að þau læra það nú mjög fljótt. Að lífið er nú ekki svo einfalt að það geti öll lömbin fengi að lifa og allir kettlingarnir verði skildir eftir heima og allir hvolparnir og svo framvegis og haustið kemur og því fylgir bara ákveðið sem að þarf að gera í sveitinni þannig að þau læra þetta nú ung krakkarnir sem betur fer þó að það sé nú alltaf einhverja tilfinningar sérst. Hvenær búist við að sauðburði ljúki? Já, ég er nú að vonast til að svona eftir þessa viku þá verði nú orðið lítið eftir. Það er nú bara 2 gemlingar eftir, 2 vettlunar búnar. Þá hefur maður svona ekki stórar áhyggjur af eldri ánum. Þannig að þetta eru svona, það eru nokkra vöku nætur eftir og svo er maður farin að sjá fyrir endan af þessu. Við kveðjum sveita rómantíkina fyrir eitthvað sem er aðeins minna rómantískt, auglýsingahlé. Kíkjum á það og höldum síðan áfram að kynna okkur fjölbreytt störf bænda í landinu.
Hérna næst ætlum við að hitta hann Baldvin sem hrossaræktandi á Torfunesi í Kaldakinn. Þegar Rakel hitti hann, þá hafði hann nýverið fengið viðurkenningu frá félagi hrossaræktanda. En það mikil vinna að vera hrossaræktandi. Baldvin telur þó að hann fengi einhverja hjálp frá ræktunar guðunum. En ættmóðir verðlauna hestana, já hún var laumufarþegi með hryssu sem faðir hans keypti úr Skagafirði 1961. Að vera hrossaræktandi mikil þolinmæðisvinna og ástríðubúskapur eins og Baldvin á Torfunesi orða það. Að minnstakosti ef þú byrjar frá grunni og fyrstu minningar Baldvins hestastús eru frá því að hann var 3 ára. Síðan þá hafa hestarnir átt hug hans og hjarta og hann hefur lagt ómælda vinnu í það að rækta og ala keppnishesta alla tíð. Hann var því vel að því kominn að fá heiðursviðurkenningu félags hrossabænda árið 2019. Þetta er náttúrulega komið gríðarlega óvart og átti nú ekki von á þessu og það er náttúrulega fyrst og fremst þakklæti fyrir það að hafa fengið að njóta þessa tímabils í þessum störfum og þakklæti til þeirra sem að sáu það og útbjúgu þessa viðurkenningu og veittu hana. Bara þakklæti, ég hef ekkert annað til. Þegar viðurkenningin var veitt á uppskeruhátíð hestamanna var farið yfir feril Baldvins í tali, tónum og myndum fyrir gestina. Þetta var svo vel gert líka og rifjað upp fyrir manni, þannig að þá sér maður þetta svona í öðru ljósi. En maður verður að viðurkenna það að það var nú ekki laust við að maður klökknaði. Já. Ég verð bara að viðurkenna það. Þú viðurkennir það. Skammast mín ekkert fyrir það. Nei. Þetta þótti mér ákaflega vænt. Þegar þú svona lítur yfir, nú ertu náttúrulega nýbúin að fá að sjá þetta, hvernig aðrir sáu þetta fyrir sér, ferilinn. Þegar þú svona lítur tilbaka, hvað stendur upp úr? Það er náttúrulega bara svo margt. Þetta er búið að vera skinn og skúrir eins og það stendur. Sviti og tár og það er náttúrulega alltaf þessar glæsilegu stundir. Maður gleymir alltaf vandræðunum þegar maður sér bara þegar hrossin mín að skora á stórmótum og í sýningum og keppnum og maður sér líka ungviðið fæðast og maður sér hvað maður hefur verið hvað kom núna til dæmis þegar maður var að hugsa í fyrra þegar maður leti hryssuna undir þennan stóðhest og svo sér maður allt í einu afraksturinn bara hérna á jörðinni og það er náttúrulega auðvitað toppurinn á þessu að sjá býtu var ég að vaða reyk eða er eitthvað þarna sem að ég var að búa til. Að gera rétt. Já. Það hlýtur að vera, þetta hlýtur að vera svolítið langt ferli að koma sér upp góðum hestum. Já, það er. Og það er náttúrulega það sem að mér finnst standa upp úr í þessu núna hérna hjá mér auðvitað þegar maður fer að horfa á það er þessi ræktun er nánast öll út af einni hryssu. Hvað hét hún? Toppa. Toppa. Já, og ég hygg að þú spurðir áðan þegar við vorum að spjalla hvort ég væri hjátrúarfullur en ég veit ekki hvað að kalla það en ég lít svo á að þetta hafi verið sending frá ræktunarguðunum til þess að láta mig hafa því að ég hef hún fæddist mér ekki þá fæddist hún föður mínum en ég fór að tamda hana og sýnda hana og fekk svo undan henni afkvæmin. Hún hefur verið uppsprettan af þessu. Hún er uppsprettan, en það er nefnilega svo að því að ég lít þannig á að ræktunarguðinn hafi sendt hana að það var þannig að faðir minn keypti hryssu á Sólheimagerði í Skagafirði 5 vetra gamla, 61. Og okkur þótt hún digur þegar hún kom í ágúst, en í nóvember var allt í einu komið folald út á túnni með hestunum. Það er Toppa sem þar kom. Hún hefur verið laumufarþegi þarna á Skagafirði. Hún var laumufarþegi og það er svo gaman að því að svo er maður búinn að rækta út af henni og kvika undan henni og Bylgja undan henni. Bylgja kom í heiðursverðlaun, Röst undan Bylgju, hún kom í heiðursverðlaun. Fékk Glettubikarinn 2016. Elding fékk Glettubikarinn núna, dóttir Rastar. Þannig eru 3 ættliðir komnir í heiðursverðlaun þannig að maður
spyr sig, það þá ekki vísbending það að þarna sé komin einhver massi sem að sé að sanna sig? Getur þetta ekki alveg verið svolítið erfið atvinna? Eða þú veist, þetta er mikil vinna. Já. Þetta er náttúrulega bara ástríðubúskapur. En sko, peningar ekkert allt. Það að líða vel hérna og það engin pínt mig til að vera í þessu. Nei. Og þetta auðvitað þetta kallað svona hálfgerð fötlun, sko. En manstu eftir því að einhvern tímann ekki verið með þessa fötlun? Nei. Alls ekki, sko. Ég held að fyrsta minningin sé tengd hestum. Nú, hver hún? Ég man nú ekki hvað það, já eins og ég segi, ég held að það sé bara einhver svona fyrsta minningin. Ég var með bandspotta, það var ábyggilega á Þorláksmessu og ég ætlaði að búa til beisli og gekk illa og var að reyna að fá aðstoð fullorðina við þetta og það var ekki nokkur leið. Það var engin tíma til að sinna því og þetta var nú oft í sambandi við hestana fannst mér að sko að það var ekki verið að, þeir voru náttúrulega vinnudýr á staðnum bara þegar ég alast upp. En þetta var náttúrulega yndislegt að baxast í þessu. En það voru skinn og skúrir þar líka. Já, ég trúi því. Já, en þetta allt ásamlegt í minningunni. Já, hvað varstu gamall þegar þú varst byrjaður að keppa eitthvað á hestum? Ég held að ég var ábyggilega 12 ára. Já, alveg harð fullorðinn bara. Já, blessuð vertu. Þá hérna keypti ég í 300 metra stökki. Þegar maður fær heiðursverðlaun þá kannski dettur einhverjum í hug, já, það flott, nú sest ég bara í Helganstein. Nákvæmlega. En sem sagt, þú ert ekkert í þeim hugleiðingunum. Ég svo barnungur. Já. Nei, sko, það kemur alltaf ykkur sem að hjólið heldur vonandi áfram og þá gott að hafa reynslun og geta leiðbeint og hjálpað og stutt við og vonandi verður einhver sem að finnur framtíð í því að verða fatlaður í þessu líka eins og ég og reyna að halda keflinu. Já, það lítur að vera. Og halda áfram þessu starfi en það þarf þrautseigju. Og fólk þarf að hafa mikinn brennandi áhuga ef það ætlar að fara í þessa búgrein. Þú þekkir það? Ég þekki það, já. En þetta náttúrulega fylgir þessu svo margt sko að lifa með náttúrunni, út í náttúrunni og fylgjast með lífinu dafna og vaxa. Þú talar þannig hestana þína. Þú veist, skapast svona vinskapur svona svipað eins og gagnvart fólki eða hvernig myndir lýsa því? Já. Þú heyrir þegar þú kemur í húsið að þeir þekkja þig. Það kemur viss hljóð. Ég býð þeim alltaf góðan daginn. Að sjálfsögðu. Það þýðir ekkert annað. Nei. Þegar ég kem á morgnana og þá horft. Ætlar hann ekki að bjóða mig góðan dag? Á ekki að bjóða góðan dag. Jú, þetta verður það er alveg pottþétt. Manni þykir ofboðslega vænt hrossin og þau hafa líka skilað því. Það er engin einn sem með hross með sér. Það eru ekki bara hestarnir sem hafa fylgt Baldvini alla tíð, en það hefur tónlistin gert líka. Baldvin hefur alltaf sungið mikið, hann hefur verið bæði eftirsóttur einsöngvari og einnig hefur dúettinn Rangarbræður verið vinsæll, en þar syngur Baldvin með bróður sínum, Baldri Baldvinssyni. Það náttúrulega ofboðslega gefandi líka, sko. Það finnst mér. Og söngurinn hefur alltaf, ef maður kann að grípa til hans og notar það, þá göfgar hann mann og bætir. Við kveðjum þennan söngalska hestamann úr kinninni í bili og hlökkum til þess að sjá enn fleiri gæðinga frá Torfunesi á stóra sviðinu ókomin ár. Þær dreymir allar sólar Já, það er sannarlega mikil vinna að vera bóndi í landinu.
og margt sem að þarf að kunna enda starfið mjög fjölbreytt. Já, eiginlega það fjölbreytt að við komumst ekki næstu yfir að allt í þessum þætti. Þannig að við þurfum annan þátt. Í næstu viku ætlum við að bjóða upp á eitt og annað af Bændum 2. Við sjáumst þá.